Góðan dag og velkomin í þátt dagsins. Í dag ætla ég að ræða við Anítu Hirlekar. Hún margvelaunaður íslenskur fatahönnuður sem að gera frábæra hluti. Ég veit ekki undir hvaða steini ég búin að vera síðustu ár, en ég bara nýbúin að uppgöta þetta merki. Það samt ekki hægt að segja það sama margar áhrifakonur í okkar samfélagi, en þær eru löngu búnar að spotta hana og hafa verið duglegar að klæðast fatnaði frá henni við mörg risastór tilefni undanfarið. Og þar ber kannski helst að nefna forsetan okkar, hana Höllu Tómasdóttur, sem hefur ítrekað sérst í kjólum frá Anítu upp á síðkastið. En líkt og áður þá þátturinn í boði Alfreð atvinnuleitar og nú treysti ég því að þeir sem hafi hlustað á síðustu þætti séu búin að skrá okkur í hæfnileitina inn á alfreð.is eða í appinu. Og í dag þá ætla ég að kynna nýjan samstarfsaðila þáttarins. Ég svo ánægð að það séu fyrirtæki sem að sjá hagi því að auglýsa hér á þessum vettvangi, en á sama tíma þá hef ég verið ótrúlega skýr með það frá upphafi að það koma aðeins samstarfsaðilar til greina sem að eru sterk vörumerki eða fyrirtæki sem ég sjálf þekki, treysti, en fyrst og fremst að samstarfið hafi virði fyrir ykkur hlustendur. Og þess vegna ég svo ánægð með nýja samstarfsaðilin okkar, skór.is. Skór.is, þetta auðvitað sterkt vörumerki eitt og sér, en þar undir eru skóbúðurnar Steinar Voga, Kaupfélagið, Echo og Skechers. Þannig talandi sterk vörumerki, og þetta fyrirtæki sem ég þekki vel. Ég starfaði sjálf í Kaupfélaginu í tæp 6 ár, þannig ég þekki starfsemina og vörumerkin sem þau bjóða upp á vel. Þannig ég vil bjóða skór.is velkomin í hóp samstarfsaðilana ásamt Alfreð og Tech. Á núna eru svartir dagar bæði inn á skór.is og í verslununum, frábært tilboð og alltaf 50% afsláttur. Ég ætla allavega að nota tækifærið og ná mér í kuldaskó fyrir þetta blíðviðri sem búið að spá næstu daga. En allavega þá að þættinum. Ég búin að bíða spennt í nokkrar vikur núna eftir að tala við Anítu og þetta viðtal hefur svona pínu persónulega þýðingu fyrir mig eins og við munum koma inn á. En við skulum þá ekki tefja þetta neitt frekar. Hér Aníta Hirlekar. Velkomin Aníta. Takk fyrir. Hvernig fer þig? Heyrðu, mjög vel. Ekki notalegt að koma hérna og kúpla sig út í jólastressinu og... Jú, það bara mjög gott sko. Ég var einmitt að hugsa í morgun sko, þetta svona, það búið að vera algjört svona kaos í gangi með að koma nýja línu og svo bara allar þessir dagar í nóvember og þá var svona maður svolítið þreyttur. Já, ég get alveg myndið mér að þetta sé svona high season í þínum geira. Já, og allir þessi afsláttudagar mitt og... Já, afsláttudagarnir, svo líka bara einhvern veginn orkan í samfélaginu. Mér finnst alltaf nóvember og þegar maður finnur sko jólastressið, það svona, þetta að koma og það svo gott að einmitt geta kúpla sig út. Finnur það þá bara á fólkinu sem kemur að versla, það svona meira tens eða hvernig? Maður finnur svona, já, bæði og, þú veist, það bæði bara að vera það vera að skoða, náttúrulega bara meiri umgangur og það meiri bara svona, ég veit ekki, einhvern veginn bara í umferðinni og maður finnur bara svona einhvern veginn stressið, sko, að þetta sé alltaf fara að gerast en svo á sama tíma þá held ég að sé búið gott að átti sig á því að það eiginlega bara það nægur tími, sko. Þetta þarf ekki að gerast allt í nóvember. Maður finnst mann einhvern veginn verið í svona stressi, maður verður að nota þessa afsláttudaga, maður verður að nota tækifærið. Einmitt. Já, núna þetta ekki dagar lengur, nú þetta bara vikurnar og það já. Og náttúrulega ég líka sem sko, bæði sem sko að vera með sko vörumerki og neytandi, sko. Ég alveg í svona stressi líka þar, bara hvað á ég að vera búna öllu bara núna í einhver einni viku. Ég held að það sé margir sem tengja. Já. En áður en við förum lengra og inn í þáttinn, þá ætla ég að byrja á fyrstu spurningunni sem að allir viðmælendur fá, sem að hvort að þú sért með einhver ráð fyrir yngri útgáfunni á sjálfur þér. Já, einmitt. Sko, það örugglega bara að fylgja innsæinu, sko. Það óslega gott að vera með að finna það, sko. Ég held að það sé svona það fyrsta sem ég datt í hug. Já. Og bara að það verður allt í lagi. Það er allt í lagi að gera smá mistök og maður lærir af því og svona. Já, verður ekki að brjóta sér niður fyrir einhverjar hindranir og þetta, já. Og bara fylgja svolítið því sem manni sjálfum langar til að gera, sko. Ekkert vera að hugsa um hvað eitthvað samfélagi finnst eða öðrum finnst eða svona
að því að það er líka alltaf pláss fyrir, það er svo nógu pláss í heiminum, það er pláss fyrir alla þannig að það er einhvern veginn þegar maður hugsa þegar ég var að byrja þá var ekkert eitthvað, því það voru ekkert samfélagsmiðlar og eitthvað svona þá þurfti maður sko að það ég ætlaði að læra fatahönnun, það var ekkert eitthvað þú gast ekkert leita að því einhvern veginn á internetinu þú þurftir, ég fór bara til London og svona og vissi ekkert eitthvað ég ætlaði eitthvað að vera fatahönnur þannig að Förum aðeins betur inn í hvernig þetta lænaðist upp og hvernig þú ert komin á þannig stað sem varst í dag eftir eins og við vorum að ræða. Þá ætla ég aðeins að byrja á því að fara yfir hvernig ég í rauninni kynnist þér og vörumerkinu þínu. Það er nú ekki langt síðan en mér finnst þetta, ég veit að það er kannski pínu óvenjulegt að þáttastjórnandi sé að fara inn í einhverju svona persónulega frásögn en mér finnst þetta samt bara svo gott dæmi það hvernig vörumerki hvernig maður getur myndað svona einhver persónuleg tengsl við í raun vörumerki. Þannig að mér finnst þetta svona skemmtilega sá og ég er búin að fá leyfi hjá mömmu minni til að deila þessu en það var semst þannig að ég var eitthvað aðeins komið inn á þetta áður í þáttunum að mamma mín fór í aðgerð í miðjan október. Þetta átti ekkert að vera neitt stór mál og hún semst var að fara í annað skipti í svona heilaskurð aðgerða sem var fyllt upp í gúlp sem hún var með. Auðvitað alltaf ger ég að fara í heilaskurð aðgerð en þetta er samt svona aðferð sem á að vera mjög einföld og hún átti bara að fara í þetta og fara heim daginn eftir. Svo sem sagt tókst ekki að gera aðgerðina. Hún vaknaði þarna eftir 5 tíma og fékk þær fréttir að því miður hefði þetta ekki tekist. Þannig að hún þurfti að fara daginn eftir í aðra aðgerð þar sem væri reynd önnur aðferð sem var töluvert flóknari og áhættusamari. Og við sem sagt þetta var alveg mikið sjokka því að margt sem gæti komið upp og við þarna vorum þennan dag að bíða eftir seinna aðgerðinu eða tímanum. Daginn áður hafði fyrstu þættirnir komið út í podcastinu mínu og vorum bara eitthvað að ræða það og hún fór að segja mér það er eins sem hún verður að fá í podcastið. Þú verður að fá hana Anitu Hirleikar. Og þannig ég bara býtti nú við hver er það? Býtti, ég hef þetta nafn en býtti, er þetta Íslendingur? Er þetta íslenskt merki? Og hún fór að segja mér frá þessu og þá myndi hún eftir þér þegar þú varst lítil frá Akureyri og hún vinkona hennar á dóttir sem var vinkonu þín og Rakel og einhvern veginn myndi eftir og hafði alltaf svona fylgst með þér gegnum tíðina og verið rosalega hrifin af fötunum og ég var alveg bara, ef oft séð þess að búðinir í bæin einhvern veginn aldrei vita eins og ég segi að þetta væri íslenskt merki. Þannig ég fór að skoða þetta og ákvað að senda þér þennan dag bara hvort þú væri til í þetta. Svo fer hún í aðgerðina og því miður þá komu upp bara mjög alvarlegir fylgikvillar og hún fékk semst blóðtappa og var mjög hætt komin og endaði þarna á gjörgæslu í nokkra daga og var bara mjög veik. Þegar hún vaknar þá var semst búið að segja við okkur að bara við erum bara að sjá til hvernig hún yrði þegar hún vaknaði og við reynum vissum ekki neitt. Og svo er það með því fyrsta sem hún segir við mig þegar hún vaknar er Anita búin að svara? Og ég bara, Anita, ég held að maður að tala að því að dóttir mín heitir Anita og ég bara býta að svara hverju, hvað ætlar hún að koma í viðtalið? Og þá var ég bara, mamma, hún er í lagi, það er allt í góðum með hennu. Þannig að þetta var strax einhvern veginn svona. Já, þetta er svo dásamlegt eitthvað að heyra en líka þetta er svo mömmulegt að segja. Já, bara opna augun eftir aðgerð bara er Anita búin að svara. Og svo er hún búin að vera í endurhæfingu síðan og var á Grensás og var svona stórt markmið hjá henni að geta keypt sér dress frá þér fyrir 60 afmælið sitt. Og við komum í síðustu viku af því að þá var hún búin að fá að vita það að hún yrði útskrifið af legudeildinni. Þannig að það var svona fyrsta bæjarferðin eftir þetta allt og þau komum til henni. Hún keypti sér dress í síðustu viku og þetta var einhvern veginn líka. Hún var með eitthvað ákveð sett í huga og ég var búin að kíka á neti og búin að sjá að bólurinn var uppseldur og ég var svona, ok, vonandi finna hún eitthvað annað. Þá var akkurat búin að skila honum í hennar stærð bara og þetta var uppselt en þetta var ótrúlegt. Já, og bara akkurat í hennar stærð og svo bara síðustu buxurnar þegar hún keypti svona sett, síðustu buxurnar til í hennar stærð, þetta var allt svo made to be, sko. Já. Og alveg, sko, þú veist, að því þetta dressi búið að vera til mjög lengi, sko, það er að þú veist, þetta er svona ótrúlegt að síðustu písarnir hafi bara farið til hennar, sko. Það er alveg magnað, sko. Hún er búin að vera að horfa á þetta svo lengi og svo var hún búin að ákveða, hún ætlaði að kaupa sér þetta fyrir 60 afmælið sitt og hún átti semst afmæli í gær þar sem við erum gaman að vera þetta í dag með þér að því að hún var svo fín í þessu. Svo flott, svo glæsileg. Já, ótrúlega fín og þá voru allir að spyrja bara hvar fékkst þetta? Þannig að ótrúlega skemmtilega svona tenging. Já, það er svo gaman að heyra. Það er nokkra svona sem að muna eftir mér þegar ég var yngri, sko. Og það er útrúlega fyndið að það eru svo margir sem segja bara, já, þú ert alveg eins og þú varst
Já, það svo gaman þegar það eitthvað svona, maður myndar eitthvað svona pínu persónuleg tengsl við eitthvað vörumerki og þess vegna ég líka bara búin að vera svo spennt að heyra meira þig og hvernig þetta allt saman byrjaði og svona, þannig að við getum kannski farið bara byrjað aðeins á því að þú segir okkur, þessi skemmtilega spurning, segir okkur frá sjálfrið þér. Hvar á ég að byrja? Já, ég er náttúrulega fædd á uppálinn á Akureyri. Ég er fædd 86. Já, ok. Þannig að þú fæddst á Akureyri og var það þar sem að áhugin á fatahönnun og tísku kviknaði eða er þetta mikið í fjölskyldunni þinni? Já, ég náttúrulega sko mamma mín hún er náttúrulega textilhönnuður og hún bara, ég er búin að alast upp í að vera kringum eitthvað skapandi, bæði hana og svo ömmu mín og afa, þau voru með alltaf svona eitt herbyggi í húsinu sem var svona leðurherbyggi þar sem þau voru bara með leðurvörur og voru svona búið til svona lítil veski fyrir túrista til að selja, þannig að þetta var 88 eða eitthvað Okay. Og mamma átti síðan þegar við byggum á Akureyri og ég fæddi uppalinn þar og mamma átti galleri eða svona búð sem var bleikt, það var bleikt hús á Akureyri og var svona við höfnina og þar, ég var bara ólst upp þar og það var bara, ég var bara í búðinni og svo komu alltaf bara einhverjir túristar og svona sem komu, náttúrulega á þessum tíma var það lítið að túristum Já, var mamma enda að selja sín eigin hönnun Já, hún búið til fötin? Já, hún var bara búið til alls konar, bara svona alls konar vörur og svo náttúrulega, er Akureyri náttúrulega alveg svona pínu jaðar stemning á þeim tíma var náttúrulega, það var svona alls konar í gangi og ég var bara svona alltaf bara pínu forvitin tísku en síðan þegar maður var unglingur þá var það voru allir að kaupa eins og ég er alveg segum það líka en síðan gerðist eitthvað, það var svona svo, ég hafði allt í einu fekk svona pínu nóg að því að vera eins og allir aðrir og þá fóru við vinkonurnar bara alltaf trekja ykkur og kaupa í Sputnik og eitthvað svona sem maður bara hægt að kaupa eitt af Já. Þannig að engin annar gat keypt það sem maður átti og þá fór maður svona pínu að vera umhugað sín eigin stíl Já. og þá fór ég að pæla rosa mikið bara stílum hjá öðrum og svona og er ekkert eitthvað obsessed með merki eða neitt þannig, ég held að meira bara svona hvernig maður gæti stíla sér að hlutina og para saman og eitthvað svona, hafði áhuga á efnum og þannig Var þetta bara í grunnskóla eða var þetta Já, snemma? þetta var bara í svona 5.-7. bekk Já, ok Svo man ég alveg eftir ég man þegar ég keypti mitt fyrsta tískublað og það var bara þegar ég var 17 ára og það var svona pínu moment þar sem ég var bara oh my god, þetta er geðveikt að því það maður gæti einhvern veginn ekki sorsan eins þar svona á Akureyri, það var ekki komið allt þetta pennin og bókabúður og þú þurftir og ég var ekkert á netinu Nei, það var ekki TikTok þar það var ekki, og þú gæst einhvern veginn ekki áttaði á neinu svona í kringum þetta þetta voru var stór og allt sem var búið en svo þegar ég var 17 ára þegar ég var komin í menntaskólan, ég fór í menntaskólan á Akureyri og ég held ég að vera 17 ára þá fekk ég bara svona ofsalegan skólaleiða og fann mig einhvern veginn ekki var ekkert að ganga neitt rosalega vel í skólanum og var samt að læra ógeðslega mikið, ég bara var ekki að fá nokkuð, var ekki alveg að finna mig einhvern veginn og þá sendu mamma mig og pappi bara til London yfir sumar og með vinkonum minni og við fórum að passa hús hjá frænda mínu sem var að fara eitthvað erlendis eða var að fara eitthvað og við fengum að vera einar í húsinu í London og við bara fundum okkur vinnu og ég fór bara eitthvað kaffi og svo fekk mér vinnu og ég er ennþá alveg bara svona gerðist þetta í alveg ég myndi aldrei leyfa 17 ára barninu mín að fara til London eitthvað kemur þessu einhverju bara bíómynd Já en þau held að mamma hafi alltaf skilið rosa vel að ég hafi ekki alveg átt að fit in the box akkurat, það er sem að þannig að hún var rosa hvetjandi bara, farið til London og fyndið þið þar og svo þurfti ég náttúrulega að koma heim og klára menntaskólan þannig að þetta var bara yfir sumarið en þá líka kynntist ég London og ég var bara ástfangin af bara kultúrnum og þú veist bara hvernig kaupa dagblöð og drekka kaffi og kaupa lesa
tímarit, þetta var bara eitthvað nýtt fyrir mér þá. Já. Og það er þessi stemming í London og Akureyri, sko. Já, á þessum tíma, sko. Nákvæmlega. Og líka bara fór að vera svolítið svona bara, þú veist, einhvern veginn ein með sjálfur sér í borginni, því ég elska það að vera ein í borg. Það er einhver ákveðin upplifun, sko, sem ég mælum svo með. En svo á þessum tíma kynnist ég líka skólanum sem ég fór í, St. Martins, og hann er rosa eftirsóttur skóli og eiginlega bara svona allir þeir hönnuðir sem ég las komu frá þessum skóla. Ég sá bara svona tengingu og þannig að ég ákvað bara, ok, heyri, þetta er skóli sem ég ætla að fara í, bara stemdi á það, þannig að ég kom heim, kláraði menntaskólan og svo bara pakkaði niður og fór aftur og flutti út og bjóð þar úti bara í einhver 9 ár. Í alveginu, vá. Og fór já. En var ekkert mál að komast inn í skólan og hvernig var það ferli? Jú, það var alveg, það er rosa erfitt að komast að. Þú talaði þess að það hefði verið bara, já, ég bara pakkaði niður og fór og bara inn í skólan. Nei, það var alls ekki þannig. Það var ég náttúrulega mætti þarna með rosa lélegt portfóljó af því að ég var búin að fara í einhver svona lítið námskeið og sauma einhverju svona litlar flíkur sem sem voru ekki kannski nógu góðar svona fyrir portfóljó, en þú veist, einhvern veginn tókst mér að setja saman portfóljó á þess að vita eiginlega bara hvað það er. Þú veist, það er bara bók með hugmyndunum þínum og sem þú þarfst að sækja svona hönnunarskóla. Já. Og mér var þetta ráðlegt að fara í svona undirbúningsnám, það sem ég gat bara farið í og svona æft með aðeins betur. Og eftir það komst ég inn í BA-námið og já. Í fatahönnun þá? Er þessi skóli, er þetta fatahönnunarskóli eða er þetta bara listaskóli? Já, þetta er fatahönnunarskóli með áherslu á list, þannig að hann er rosa listrætt og hann er alveg svona þekktur fyrir að vera svona listrætt skóli. Hann er ekki droslega mikið að læra einhverja svona business eða eitthvað svona í kringum það er meira bara svona lagt áherslu á hugmyndir og svona, já. En þú veist, já, mér gekk rosa vel á svona fyrstu árum þannig, og það var eiginlega í fyrsta skipti sem að mér gekk vel, þú veist, og ég var að fá góðar enganir og ég var að fá tækifæri sem kannski aðrir voru ekki að fá og það bara byrjaði að rúlla rosa vel, alveg bara strax frá byrjun. Þannig að þú fannst þig bara þarna? Ég fann mig bara þarna og ég fann líka bara, þú veist, þegar maður gengur vel í einhverju þá verður áhuginn meiri og meiri og meiri. Þannig að ég fór, þú veist, að hætta að koma heim í páskafríum, ég fór bara að vera úti og ég fór bara að hætta að koma heim í sumarfríum og svona, þú veist, ég var bara nú til að vinna og svona hrærast í þessu og það var líka, þú veist, að því þetta var líka svona, þú veist, það var tækifæri það núti. Mástu þá strax byrjuð að búa til bara þínar eigin flíkur út frá þínum hugmyndum eða voru allir að gera það sama fyrst? Hvernig er svona í náminu? Í náminu, sko, nei, þá fær bara verkefni og alls konar verkefni í BA-náminu. Ég ákvað að taka sko svona fara á sérstaka braut sem heitir sko fatahönnun með print, þannig að ég lærði allt það að búa til mína eigin efni og svona textíl svona, en alltaf fyrir fatahönnun, þannig að þú kannst ekki gert textíl og gert gardínur eða púða eða eitthvað þannig og þú fegst alls konar verkefni en svo líka alltaf komu verkefni inn sem voru bara svona úr svona industríinu, þú veist, þannig að hönnuðir, af því að þessi skóli er þekktur fyrir að vera með svo góða tengingu við bara fyrirtæki í bara fatahönnunar fyrirtæki þau stærstu bara í París og Bretlandi og Ameríku og þannig að það er svo margir sem eru útskrifaður úr þessum skóla, þannig að þeir sækja alltaf í nemendur í þessum skóla. Akkurat. Þannig að ég fór að fá tækifæri líka þar að vinna bara á svona hliðinni með alls konar fyrirtækjum. Vá, það hefur verið algjört ævintýri. Já, rosalega góð reynsla því að þú þarft að hafa svolítið marga, það er ekki bara eitt verkefni í einu, þú færð svona 10 verkefni og þú þarft að vinna rosa hratt og þú þarft að hafa margar hugmyndir og þú þarft að standa fyrir fram fólk og kynna þær og það er rosa mikil gagnrýni og rosa mikil fall í þessum skóla, þannig að það er alveg svona hæfistu svona geta borið þetta, margir sem fengur taugafall og þurftu að hætta og bara að því þeir þoldu ekki álagið, þetta var alveg svona rosalega intense og
og náttúrulega bara samkeppnin alveg það ekki? Gríðarleg. Ég ætlaði einmitt að spyrja út í það, eignaðistu vinið þarna í skólanum og því að var þetta ekki einmitt svona mikil samkeppni ykkar á milli bara nemendana? Þetta er náttúrulega, þetta er breytt í dag alveg að ég veit að það er, þau tóku þetta svolítið í gegn, en ég heyrði sögur það að það hafði einhver tekið eitthvað verkefni og hendi út í glugga og verkefni einhvers annars? Já, og það voru kennarinn minn sérstaklega í master hún var að taka upp verkefni og rífa það í sundur og henda í ruslið og bara það var öskur og læti og þetta er bara eins og í bíómynd þetta er eins og í bíómynd og ég hef alveg, það var alveg umtalað þetta væri svona eins og í Matilda svona Miss Trunchbull já það taka krakkan á fléttunum og sveiflaðum svona að kasta þetta er svona alveg, það var alveg svona umtalað en og náttúrulega bara margt mjög sem ekki leifilegt í dag Nei, en örugglega einmitt eins og segir, góður undirbúningur fyrir margt, þetta er svona hljómar eins og ef maður komist í gegnum þetta, þá svona er þeir allir vegfærir og algjörlega, og ennþá í dag er ég alveg að hugsa bara, ok, ég sé alveg hvernig maður getur nýtt þetta í öðru, að fara í svona strangan Já, því bæði ertu að læra svo mikið í fæinu en líka bara að læra að standa upp fyrir sjálfræðir og bara efla sjálfströsti og allt þetta einmitt. Og það er líka bara svona einhvern veginn að verja hugmyndina sínar það að oft var eins og talandi samkeppni það er svakaleg samkeppni í bara fatahönnun í dag og ég meina það kom einhver kennari eða einhver kona inn sem var að vinna hjá fyrirtæki og var að halda fyrirlestur fyrir okkur og hún sagði bara eitthvað sem ég setur svo lengi með mér að maður er svo svona disposable það er svo sem hönnuður, það er svo margir sem er að vilja starfið þitt þannig að það er svo auðvelt að henda einhverjum og reka einhverjum og fá nýjan og það er svolítið sem ég sé núna líka bara með mína vini sem að útskrifast með mér að þeir eru bara kannski búin að vinna mörg ár hjá einhver fyrirtæki eða mörg ár, marga mánuði, mörg season og svo bara eru þau rekin á nú leitna því og svo kemur bara einhver annar og bara skipt út rosa hratt og það er þannig líka bara í þessum bransa, þetta er svo rosa hröð skipting en líka kannski svona vera að stila hugmyndum og allt þetta vart að passa þitt hlutverk og bara þitt hugverk rosalega mikið. Hefur þú eitthvað orðið fyrir einhverju svoleiðis? Já. Og alveg sérstaklega hann í byrjun þegar ég var útskrifuð og var með portfóljó og var að fara í fullt af viðtölum og eftir útskrift og þá þá náttúrulega sendur maður hugmyndir og maður er svo svona sendir alltaf allt frá sér, alltaf besta og ég man alveg eftir að hafa séð hugmyndina mínar teknar og svona notaðar áfram og svona svolítið copy-paste en það er ekkert sem maður getur gert þú veist, svo óvarinn þannig að á þeim tíma var ég bara ok, teka sér sem hrós það var bara góð hugmynd. Var þetta þá bara eitthvað fyrirtæki sem notaði hugmyndinar bara notaði hugmyndina, notaði printin eða notaði textílin eða eitthvað svona þannig en þú veist, þetta er náttúrulega bara líka þetta er alveg svona topic sem að þú veist, það copy einhvern þá, þetta er svona topic sem þarf annan podcast Já, þetta er auðvitað svo stór heimur þarna úti og í London en á Íslandi, hvernig er bransinn og samkeppnin hérna heima? Já, það er náttúrulega bara allt öðruvísi samfélag, það er ekkert verið að örugglega einhverja stela hugmyndum og eitthvað þannig en eða þú veist, fá innblóst, ég veit ekki alveg en samkeppnin er miklu svona þéttari, þú veist, við erum bara öll að styðja hvert annað þú veist, ég finn ekki fyrir einhverju svona eitthvað eins og það núti nokkuð sambarilegt þú veist, það er náttúrulega bara ég vil fá fleiri hönnuði, þú veist, ég vil bara að þetta sé mikið og stórt samfélag, þú veist, þannig að maður verður passa, eða þú veist, mér finnst eins og sagðir hann bara pláss fyrir alla það er pláss fyrir alla, algjörlega og það er alltaf pláss fyrir nýjar hugmyndir það er mér finnst náttúrulega gott að vera þú veist, að vinna á Íslandi því að þú getur búið til þína einn reglur svolítið
og það er svona partur af ástæðan sem líka sem ég var á Íslandi eða fór til Íslands því að aftur hvenær fluttir aftur til Íslands? Þú varst í 9 ár, sagðir ekki, í London? Jú, sko, ég náttúrulega útskrifast þarna, ég fór í bíónámið og fór svo í mastersnámið eftir bíónámið og útskrifast master í sama skóla, já 2014 held ég og eftir útskriftarlínunum mína úr master þá fóru bara hlutinir að alveg fara á flug, þú veist, mig gekk rosa vel og hvernig þá? Byrjaðu strax að selja þetta? Nei, alls ekki, nei, sko, það byrjaði eiginlega þannig að eftir útskrift þá það eru nokkrir hönnuðir valdnir úr skólanum til að sýna á London Fashion Week og þá er það svona plattformið sem þú sýnir útskriftarlínuna á og það er svona mikið verið að fylgjast með þeirri sýningu því þá bæði eru merki að leita eftir hönnuði og bara svona nýjasta hönnuðurum skilur svona og bara talent þú veist, yfir höfuð bara sjá nýjastu talentin og ég ég var sýndi þarna og svo strax, þetta var á föstudegi eitthvað sem ég sýndi útskriftarlínuna á mánudeginum þá hafði samband fyrirtæki, ítalt fyrirtæki sem heitir Bulgari og er skartgripafyrirtæki en var að leita eftir hönnuði til þess að í verkefni til þess að vinna að leðurvörunum þeirra og þeir hafa samband við kennarinn minn og sagði við viljum fá hann í viðtal og ég fór í viðtal held ég á þriðjudeginum og ég fekk vinnuna á miðvikudeginum og þá var ég bara komið með verkefni í hendurnar sem ég þurfti bara að fara að rannsaka núna sko, fara á bókasafni og fara að skoða bækur og fara að vinna þessu verkefni og ég var ekki þannig hraðin er svona mikill þú þarft bara svolítið bara innan við viku og ég var ekki eins og búið með skólan og ég var farin að vinna með þeim og þannig er þetta sko, svo inn á milli fór ég viðtal, þú veist, atvinnuviðtal hjá Stella McCartney og Celine og allt þetta sem að, þú veist, þú varst ennþá bara í leiknum, þú varst svona svolítið bara, ég var svo mikil jámenniski á þeim tíma, ég sagði já við öllu en síðan hefur samband við mig sko fyrirtæki sem er svona að hjálpa hönnum að koma sér á framfæri, þú veist, þannig að þeir velja ákveðnar svona, heldur velja 10 útskriftarlínur á bara þetta árið frá Breitlandi og ég var valin ein af þeim til þess að svona sína svona sýningu í Breitlandi og þetta er svona þetta heitir Fashion Scout þannig að það er svona eins og vera að skáta nýjustu hönnuðina og eftir þetta var mér boðið var ég valin sem ein af 4 í svona prógram þar sem ég fekk að sína næstu línu á Fashion Week, London Fashion Week bara þín eigin línu bara mína eigin línu undir mínu þá vörumerki og ég náttúrulega bara tók því en þeim fannst rosa svona þá var ég svona pínu svona farin að koma heim svolítið oft því ég var bæði búin að klára þessu einhvern verkefni og var bara orðin svolítið þreytt var alltaf komin til Íslands og þeir sögðu við mig bara viltu ekki bara vinna þessa línu á Íslandi það er bara svolítið mikil selli í því að þú ert bara íslenskar hönnuður á Íslandi og kemur svo bara út og seldu mér og sína og þú veist að þau seldu mér svolítið þessa hugmynd bara og ég alveg ok, kekja ég fyrir til Íslands og á Íslandi þá eða kemst ég að því að ég er ólétt með mitt fyrsta barn og fer samt út og sína þessa línu þarna segi engum frá því að ég sé ólétt en er bara á fullu og en í þessari ferð þá fer maðurinn sem er stjórnandinn á þessu, hann býður mér í svona hádegismat og í París, þannig erum við að sýna í París og við fylgjum svona línunni sko frá London til Parísar og í svona showroom kallast það og þar færði að kynnast sko svona kaupendum og þannig en hann býður mér í svona, bara lunch, bara mér og segir ok, við viljum sponsora þig, við viljum bjóða þér prógram sem að þýðir að næstu 3 season
þá kemur til okkar og sýnir hérna línuna og þú færir svona mentorship og við bara hérna, þú veist, við ætlum svona pína að fjárfesta í þér, þú veist, ef þú ert til. Ertu að tala þá þessi maður, var hann frá þessari, hvað maður sé, umboðsskrifstofu, Já, þessi agent? Já, já, okay. þessi agency, þannig að þau ætla að gefa mér bara plattformið að sýna í London í 3 season sem náttúrulega bara rosa mikið þar. Já, þetta risa tækifæri. Já, risa tækifæri, þau fengu að velja einhverja 2 hönnuði til þess að fara áfram með í þetta prógram og þetta var svona með mentorship, þú veist, þetta var svona, þú færðu, þú veist, hjálpið að setja saman businessplan og allt þetta og ég náttúrulega bara á þessum tíma bara, ok, já, hérna, ég bara geggjað, en ég náttúrulega með bann í magunum og já, hann segir við mig eitthvað svona, ekki segja neitt núna, bara farðu aftur til Íslands og svo bara verðum við í bandi, bara klárum þetta hérna, season hér og ég fer aftur til Íslands, skrif honum bara, þú veist, fæ kjark til að skrifa honum bara, heyrðu, ég geggja til í þetta, þú veist, ég sett í mars, þú veist, fashion week á að vera í hérna, byrjun mars, bara get ég fengið hérna, bara ekki næsta season, heldur bara að teki boltan bara áfram bara eftir það og ég heyri aldrei eftir frá hún og ég bara þetta var bara svaraði ekki þannig að þú veist, ég bara ok þetta er þetta er brútal. Já, þetta var svolítið svona ok, ég skil, svona er bransinn þú bara eignast barn og þú ert bara canceluð líka við. Já, eða þú bara hafðir þetta tækifæri og þetta einu tækifæri og tekur það ekki, þá bara getur átt þig. Það getur átt þig og þetta sko, þú veist, og ég hérna á Íslandi og bara ok, hérna ekkert mál, þetta var, maður heldur bara áfram að bara, en þarna líka bara sá ég að þú þarft svolítið bara að gera á þínum eða þú veist, þú þarft bara að búið til þinn pathway sko. Já, ekki treysta á okkur annar sé að berga þessu fyrir þig, af því að hann er greinlega ekki með hagsmuni þína kannski alveg í forgrunni sko, sýnir sig kannski aðeins í þessu. Og þetta er svolítið svona bara, þú veist, ok, heyrðu, þessi er átt það bara næsta, og það að pása í 1 season getur einmitt verið bara svolítið svona þarna úti, þú veist, ég var alveg sé vini mín að ekki taka þátt í 1 seasoni og þá er bara erfiðar að komast einhvern veginn aftur inn í þetta sko. Já, þetta er alveg harður heimur. Já, ég meina hér einhvern veginn, það er allt leifilegt, þú veist, þú getur komið 1 season á ári, þú getur pásað og einhvern veginn miklu meira svona forgiving. Þannig að var þetta á þessum tímapunkti sem þú ákast bara okkur, ég ætla að vera bara hérna heima, taka smá pásu í að þessu þarna úti. Já, ég ákvæðilega bara taka þetta aðeins meira slá sko. En svo, þú veist, komu alls konar verkefni þess að ég fekk bara e-mail frá konum bara sem að vildu panta hjá mér vöru og sá hann einhvers staðar og hérna, þú veist, vildu panta hjá mér og ég var að gera þá handgera flík fyrir þessa konu og senda hann út. Þannig að ég sá bara svolítið að ég ger þetta bara minn hátt og þrói þetta bara minn hátt en ekki að vera í þessu brjálega að koma með taka þátt í tískuvikum og taka þátt í sjórunum og eitthvað svona með þú veist, ég þarf bara að svona take a step back. Já. En hvenær var það sem þú tókst ákvörðun að búa til föt og vera með svona þitt eigið vörumerki í staðin fyrir að vera eins og margir eru hönnir fyrir einhverjum stórmerki sem er draumurinn kannski hjá mörgum að hanna fyrir Stella McCartney og Bulgari eins og þú varst að segja og svona hvenær ákvaðstu að þú ætlaðir að gera þetta undir þínu vörumerki og þínu nafni? Sko það var örugglega bara já sko þú veist að ég var að gera allt svona svolítið handgert þú veist ég var að handgera minn eigin textil og þá, svo eftir ég eignast barn og þannig, þá var ekki einu sinni, ég hafði ekki hendurnar í það. Ég man, þetta var eitthvað kringum held í 2017. Það var hérna RFF, Reykjavík Fashion Festival. Það var, ég ákvað að taka þátt í því. Og það var svona í fyrsta skipt sem ég kannski kom fram hérna á Íslandi með eitthvað svona sem var meira svona, kannski svona wearable, þú veist. Það var meira svona, það voru kjólar úr silki og einhverju svona sem hægt er að kaupa, þú veist, að því að ég gat eiginlega ekki verið að handgera allar flíkur, en það var svona pínu, svona, það var svona smá sem að ég fór svona fyrstu skrefin í það að búa til eitthvað sem ég geti mögulega framleitt, að því ég vildi ekki framleiða það sem ég var að handgera, þannig að hérna, og ég byrjaði bara mjög
rólega, þetta hefur allt gerst á rosalega svona rólegan hátt, þú veist, ég hef ekki tekið neina stóra áhættu og verið bara alltaf að framlega ótrúlega mikið af fötum, þú veist, þetta verið ég kynnti þarna og þessari sýningu þarna 2017 nokkra silkikjóla, þeir voru prentaðir hérna heima af mér og saumaðir og framleiðslan var lítil og þeir seldust og svo kom held ég að gerði einhverja litla lína eftir það og Hvar varstu þá að selja þetta? Þá voru við ég og Magnea Einarsdóttir sem líka fatahönnuður og með sitt merki við sem sagt opnuðum verslun og sýningarými sem að var AM Concept Space, það var á Garðastræti. Það var svona þá vorum við að sýna þess að selja línurnar okkar og einhvern veginn að halda utanum, þetta var líka svona sem í listagalleri, þetta var bara svona svolítið upplifunarými, þú komst inn og þú gast séð það sem við vorum að gera, við vorum með litla vinnustofana bakvið og vorum líka að sýna list frá konum sem svona tengdust vinnun okkar, þannig að þetta var allt svona svolítið Svona upplifun að koma þarna. Já, þetta var svona svolítið upplifun og þetta var svolítið svona nýtt á þessum tíma líka af því að þá vildu við líka bara kúnnarnir okkar sem komu inn, þú veist, við höfum samskipti við þá, við gátum lært svona átt svona samtal. Já, bara heyrt svona hvað þeir að leita eftir og hvað fíla og hvað ekki, já. Þannig það var ótrúlega dýrmætt reynsla og svo bara þróast þetta, já, bara svona Það hefur stækkað bara svona jafnt og þétt. Bara jafnt og þétt, já, og þú veist, stílarnir og úrvalið og eitthvað svona bara Einmitt, stílarnir og þetta úrval sem þú ert með í dag, þú ert alveg með einkennandi stíl og maður svona þekkir fötin frá þér, þetta allt blómamynstur meiri hlutin? Jú, sko það rosa fyndið að þetta sé orðið einhvern veginn blómamynstur að því það var ekki planið í byrjun. Nei, það var alveg sko ég var alltaf verið rosa góð í litum, ég var alltaf fyndið mig rosa mikið þar, setja saman liti og þannig en ég hef aldrei verið neitt rosalega góð að teikna sem hljóma var kannski skringilega að því ég að teikna þetta allt og mála þetta allt í dag en það hefur aldrei verið minn styrkleiki eitthvað svona teikna rosa fallegt, þú veist, ég hef alltaf verið rosa gróf í öllu svona en litirnir og formin hef ég alltaf fundið mig svolítið í, sko þannig að það meikaði einhvern veginn sens í byrjun að ég myndi einhvern veginn afmarka mig í eitthvað mótíf og í staðan fyrir að gera allt bara svolítið abstrakt og það varð blómamynstur eiginlega svolítið fyrir valinu því að ég fekk einhvern tímann svona, var að lesa eitthvað svona mig í einhverju blaði og þá var alltaf sagt, þú veist, já, Anita brauterar í svona blómalegu mynstrum. Já, blómalegu mynstrum, ok. Og ég var alltaf bara, ok, þetta fyndið og þannig að ég fór svona einhvern veginn bara svona sjálfkrafa að festast í blómamynstrum. Já, þú líka sást örglega að það væri vekja lukku meðal viðskiptavina. Já, og það er eitthvað svona sem allir tengja við, eru blómamynstur, sko. Já, líka því að blómamynstur, þeir eru rosalega ólík, þó að þetta sé allt kannski í grunninn með blómum á. Já, einmitt. Þetta bara gerðist. Já, og ég var einhvern veginn bara festist í því, en þú veist, það er rosalega mikil, en það var líka partur að blómamynstur geta verið alls konar. Hjá mér var þetta bara svolítið leikur að því að fá að leika sér með litina, þú veist, það var alveg ég er með mótífið og svo get ég bara leikið mér eins og ég vil einhvern veginn og þannig að það snýst minna blómamynstrin, það snýst meir litina og áferðina. Hefur þetta þróast mikið svona stílinn og fötin svona í gegnum árinu þegar nú er þetta ekki mjög langur tími allan frá þessum tíma sem við tala 2017? Já. Hefur þetta breyst mikið, er þetta svona svipað í grunninn? Já, ég held þetta hafi breyst svolítið, sko. Hvernig myndir þú lýsa svona stílinum og merkinu í dag? Ég held ég myndi bara lýsa hann sem hann er rosa kvenlegur það er mikið litadýrð, það er mikið áferðum hann er svona eftirteknaverður líka það er alveg partur af, og svo er hann bara ofsalega svona playful, þú veist, en það er ákveðin kvenleik í honum, þú veist, þannig að þetta er ekki Mér finnst þetta svona fín lína, sko, að því að hvað maður segja, svona einstakur stíl, maður þekkir stílinn og maður myndi alveg spotta núna þegar ég þekki merki, maður myndi alveg spotta, já, þessi er í Anitu Kjól, en þetta er samt ekki svona
fyrir þá sem að finnst óþægilegt að vera eitthvað svona ofábrendi allt öðruvísi, þetta samt alveg svona eins og segir wearable. Já. Hvað er íslenska orðið við það? Ég veit ekki. Já, akkurat. Maður slettur svo mikið einmitt í hérna. Einmitt, en ég held líka að það sé sko, ég er með rosa litrika kjóla og rosa svona áberandi kjóla, en svo er ég líka með bara mjög klassíska tímalausa kjóla en eru samt ekki bara plain, þú veist, í litum. Það er alltaf eitthvað að gerast. Og mismunandi tónar, til dæmis, þú veist, mér finnst stundum gaman líka að nota sko tóna sem eru svona sem einhver sagði að það væri bannað, þú veist, að nota til dæmis dökkbláan og svartan saman eða eitthvað svona, því ég hef oft heyrt þetta frá viðskiptavinum, þú veist, það bara má aldrei vera í þessum tveim litum saman og þá finnst mér það svo áhugavert og það bara festist við mig og svo bara fer ég að gera kjól úr nákvæmlega þessum litum. Bara því einhver sagði að það mætti ekki. Já, bara því að sagði einhvern það mætti ekki, en það kannski þriðji liturinn kemur inn og þá er þetta orðið allt öðruvísi. Svona krefjandi þetta er svona áskorun. Brjóta reglur svona. Já. Sem enginn veit hver er skrifað einhvern tímann. Einhver sagði þetta og þá bara er þetta orðið einhver regla og en ég fæ rosa mikið þetta að heyra þetta frá svona ákveðnum hóp og þá er ég alveg bara segðu mig meira. En hvaðan færðu innblásturinn og hvernig er svona sköpunarferðlið frá hugmynd að tilbúin í flýg? Já, sko það er eiginlega bara ég er rosa mikið að skoða listaverk og ég er rosa mikið að gaman að listum eða arkitektúr eða einhverju svona sem að fyrir mikið á sýningar bæði hér á Íslandi og erlendis. Á listasýningar, þú ert ekki dæmt til að fá innblástur bara úr tískubransanum eða fatahönnun? Nei, eða þú veist, auðvitað fylgist ég rosa mikið með. En svona að printunum og litunum og allir þessu? Nei, ég er ekki að skoða, nei, það kemur ekki þaðan, sko. En auðvitað náttúrulega, þú veist, ég fylgist mjög mikið með og ég er mjög mikið svona að spá og spekulóra og ég er ekki bara á Íslandi ég reyna alltaf rosa mikið að fylgjast með hvað er að gerast á umræðinu þannig út í heim, þú veist, að því að það er að breytast rosa mikið og stundum er ákveðin efni og svona ég sækist rosa mikið í bara svona erlendar sýningar líka, þú veist, svona efnasýningar og þannig og sjá bara hvað er nýtt, ég er rosa nýgogjarn með efni líka, mér finnst svo gaman að sjá hvað er nýtt á markaðinum því það hefur verið svo mikið að þróast undanverðin ár bara ný efni sem er svona eiga að vera svona umhverfisvænin og þannig og já, svona þróun í þessum bransa sko. Já, en þú veist innblásturinn er líka bara frá alls konar sko og náttúrulega líka bara, þú veist, þegar maður byrjar að teikna eitthvað munstur og þá þróast það og maður tekur það aftur kannski seinna, maður pásar vinnur áfram ég er alltaf með einhvern málingapensil eða eitthvað svona á lofti og áferðir og efni, þetta er svona kaos eiginlega bara og svo verður maður að púsla eitthvað úr því. En eins og til dæmis bara núna var jólalínan að koma út fyrir ekki svo lengu, ertu löngu byrjað að undirbúa hana? Já og nei. Þú veist að því maður heyrir alltaf þessi bransi er alltaf sísoni 2 á undan í dag á jólunum er fólk farið að hugsa haustið 2026. Já, sko það er líka út af framleiðslunni sko. Þú veist, þú þarft að senda inn framleiðslu, þú þarft að senda inn hugmyndirna þínar alveg 8 mánuðum á undan áður en það kemur í verslanir sko. Þannig já, svarið spurningunni er þetta er búið að lengi og stundum gerist það sko að ég panta inn eitthvað, ákveð eitthvað og það fyrir framleiðslu og svo fæ ég hendurnar og ég svona finna svona, það er ekki tími fyrir þennan kjól. Þessi þarf að bíða. Þannig hann fer bara aðeins aftur hon í tösku, eða þú veist. Og hann kemur bara aðeins seinna eða eitthvað svona árið þegar maður finnur að það er rétt tími. Þannig það er alls konar svona í gangi, en jú, þú þarft alveg, þú veist, núna til dæmis er ég á fullu bara að skoða eða þú veist, að vinna í sumar en þetta er ekki svona rosa boxað samt, þú veist, þú ert alltaf einhvern veginn að vinna þannig að þetta og stundum er þetta bara klukkutími hér það sem þú gefið þig tíma í að og svo ertu bara farin að gera eitthvað annað þannig að
En við erum komin, mér langar svo að fara lengra í söguna. Þú varst þannig, þegar við fórum aðeins út af brautinni, þá vorum við komin, þú varst í þessu sýningarými þarna með Magnu. Og hvað svo? Núna ertu niður í bæ, en á millitíðinu veit ég þú varst niður á Granda. Er þetta búið að vera svona alltaf einu skrefi ofar í rauninni? Já, eiginlega. Það má eiginlega segja það. Í millitíðinu, sko, eftir að við lokuðum hann á Garðastræti, þá kom einhver svona tími, svo kom COVID. Já. Og þá, sko, blómamunstrin held ég, og ég gerði einhverja línu þarna 2000, nú hvað ég man ekki einu svona árið, ég kom með einhverja línu þarna sem að ég sýndi fullt af blómakjólum og það var í rauninni bara, þú veist, ég var að gifta með þetta ár og ég man að það var svona, ég var í rauninni bara svona hanna brúðakjóla fyrir vinkonum mínar og það kom bara einhver svona litasprengja og það var bara ótrúlega mikið af blómum og þá fór ég bara all in. Ég var bara, já, þetta er blómalínan. Okay. Og ég sýndi hana í Safnahúsinu á Hönnunarmars og það var líka svona ákveð eftir hina línuna skilur, þú veist, þetta var bara skref áfram og þá man ég sko, þá komu fullt af pönturum, þú veist, þá man ég bara, þú veist, konur voru hringjandi í mig, bara hvar get ég keypt þennan kjól og þá fann ég líka, þú veist, ok, heyrðu, þetta er eitthvað sem að, þú veist, ég þarf að sinna. Já. Svona eftirspurnin er orðin mjög mikil. En ég gat engan veginn prentað þetta sjálf eða sauma þetta á Íslandi. Þú veist, þá fann ég líka að ég varða svona leita eftir einhverju framleiðslu erlendis. Bæði út af því að, þú veist, ég var með ákveðin, þú veist, hugmynda frágangi og það var svona þurfti að vera vel gert og ég var ekki alveg nóg ánægð með allt sem var að koma í hendurnar hérna heima og þurfti svona þess að, já, bara finna leið til þess að láta þetta virka. Já, og hvernig er þetta ferlið? Að treysta einhverjum öðrum, að þetta er svo mikið þitt og hjartað þitt að treysta einhverjum öðrum til að gera þetta alveg eftir þínu höfði. Já, einmitt. Sko, það er rosa mikið af framleiðslum sem eru náttúrulega bara hræðilegar, sko. Þannig að þetta þarf að vera rosa vandað hvernig þú velur þér framleiðslu og þú mæli alltaf með þig að fara og sjá og heimsækja og skoða aðstæður og fá pröfur og allt þetta. Þannig að, og það er líka sem ég gerði en síðan fann ég konu sem að mér var, hann annar fatahönnur á Íslandi sem er að nota hana og hún er ein kona bara. Hún býr í Íslandi og við byrjum svona þess að vinna saman svona rólega, hægt og rólega og hún fór að bara sauma allt svo ótrúlega vel og hún var að gera þetta bara fyrir mig. Kynntist henni þá í gegnum þennan hinn hönnur? Já, og svo fórum við bara að taka saman fund og við erum bara tökum fundi saman og ég fór að spyrja hann allar spurningar og við bara fórum að kynnast og í dag er hún bara svona eiginlega aðal svona, ég er eiginlega bara farin að setja titil á hana, hún er bara svona bara verkstjóri og hún er búin að finna 4 aðrar konur sem að vinna hjá henni við það að framleiða línurnar mínar. Vá. Og þannig að þetta er ekki stór framleiðsla, þetta er ekki einhver verksmiðja. Nei. Þetta er óslega svona intimate samskipti og samband. Já, og sem að greinilega hagnast báðum aðilum rosalega vel að því að hún augljóslega búin að þá stækka ég eftir þetta líka. Já. Samhliða. Og hún er ofsalega, sko, ég var oft sagt við hana bara, ok, þú verður að segja mér þetta er mikið og pantanirnar eru kannski það fara að aukast og þú veist, hún sjáum bara getur þú tekið að þið þennan stíl og þennan stíl og þennan stíl og hún er alltaf já. Svo sossar hún bara konunnar til að sauma þér, þú veist, sauma. Þegar og ég hef oft sagt við hana bara, já, þú veist, þú verður að segja. Já, ég get ímyndað mér og þú er eftir að fá skilabóð eftir þáttinn, bara get ég fikið nafna þessar konu? Já, en þú veist, hún er ofslega dýrmæt og já, ég trúi því. Og hún er eins og finna náli herstakki. Algjörlega, og hún hefur alveg sagt við mig, sko, bara við erum búin að þessu núna, hvað svo? Og sent mér, þú veist, hún sendi mér afmælisgjöf og jólagjöf og ég sendi henni jólagjöf og afmælisgjöf og þetta er svona dýrmætt samband. Já. Hún hefur líka alveg komið tilbaka og ég hef sendið henni einhver hugmyndir og hún hefur sagt bara, heyrðu nei, þetta er ekki rétt, þetta virkar ekki. Og þá segir hún, ok, þú veist, hvað getur þá gert? Og þá segir hún, já, ok, þú getur gert þetta svona. Og þetta er bara eins og
að vera hönnuður, það eru fáir sem að myndi eiga svona samskipti við framleiðslu. Og tekur alveg marka á því sem hún segir alveg 100%, þú veist, og ég bara ok, hérna, hvernig getum við þá gert þetta, hvernig getum við list þetta, þú veist, því að það er alls konar svona áskorunni sem maður fær. Og svo er líka, þú veist, eins og hún, og þær allar, sko, þær hafa líka alveg fengið, hérna, að því ég fæ pröfur af efnum sem ég, hérna, panta og þú veist, er að skoða það og svona vel inn og ok, panta efnin og þau, efnin eru send til hennar og hún hefur alveg svona stoppað og sagt, heyrðu, þetta efni er bara ekki eins og þitt vörmerki, bara þetta er svo skrítið hérna, þetta er ekki þínu litir eða neitt. Já. Og ég segi, jú, er þetta ekki þetta, þú veist, og við erum þá kannski að Zoom-fundi og ég bara, er ekki þetta og þú veist, getur þetta verið, þú veist, og þá sýnir hún mér bara framleiðsluna á efninu og þá er hún bara kolvitlaus og þá hef ég sko, ok, heyrðu, þetta er bara vitlaust hérna, við þurfum alveg að stoppa og það verður bara komið vitlaust úr efnaframleiðslu. Já, sko. Það sýnir svo að það er ekki alltaf eins og lokapöntunin. Bara mjög sjaldan, sko. Og hvað getur þú þá fengið, hvort það þú fengið aftur eða er þetta bara tapaðar peningur eða hvernig er Já, sko það er bara mismunandi eiginlega, hvernig stundum er þetta tapaðar peningur, stundum er þetta bara, heyrðu, þetta er ekki rétt og þau taka það á sig eða, þú veist, ég hef alveg fengið munstur sem hafa verið svona teygð úr, eins og bara einhver ákveð munstur og þau eru öll svona teygð og eitthvað svona, þessi svona psychedelic og þá hefur það bara eitthvað farið á mis í digital processnum, sko. Þannig að, já, þetta er alls konar. En hefur einhvern tímann fengið illa saumaða flík frá þessari konu eða? Aldrei nokkuð tímann fengið illa saumaða flík og frágangurinn ég set rosa mikla áherslu á frágang og detaila og svona bara að þetta sé vel gert, þetta sé vel saumað og þetta með rétt svona tension á saumaskapnum, þú veist, þetta sé ekki bara svona saumað flýtileg í gegn, að því að efni er alls konar, þú veist, þú þarft alveg að staldra við og hvernig saumavél og allt svona, þú veist, hendar hverju efni og þú veist, mér finnst ég geta gert þetta hjá henni. Já, það er ótrúlega dýrmætt. Þannig að þú ert þá kannski aðalega einbettaður að hönnuninni, hún er með saumaskapin en svo er business liðin og reksturinn svolítið önnur áskorun væntanlega og rosalega ólík hlið, er það ekki? Jú. Þannig að þú ert svona, þú veist, ef þú myndir útskýra í dag hverju starfið þitt felst aðalega, þá ertu fatahönnur en þú ert líka rekstraraðili. Já. Þannig hvernig fer þetta saman? Þetta náttúrulega er bara, já, þetta er líka alls konar. Af því að, þú veist, já, við erum með netverslun og við erum með verslun og ég er ekki með heildsölu. Selur allt í þinni. Já, þetta er allt sem fer ég var það einu sinni en svo ákvað ég bara að taka það tilbaka sko, því að hérna, mér fannst ég ekki alveg vera komin heldur þangað sko. En jú, bara það gengur bara vel maður er alltaf að læra og maður finnur sína styrkleika í þessu og veit hvað maður er góður í og hvað maður er kannski ekki góður í og hvað maður þarf að outsourca. En þú ert núna með þessa verslun á Hafnatorgi með henni Magnu og þið eru sjálfar á gólfinu, þið eru sjálfar í búðinni. Já. Finnst þér það mikilvægt ennþá að hitta viðskiptavininn og hérna? Já, svona, það er mjög gott alveg að hérna, vera í samskiptum við hann svona, að því að sérstaklega þegar maður er líka bara að pröfa nýja stíla og svona og það er alveg gott að vera þarna en ekki kannski á mikið heldur að því að þú þarft líka bara aðeins að fá tíma til þess að sinna verkefnum og þannig sko en þú veist það er alveg gaman líka þú veist það er alveg, þú ert að bjóða upp á rosalega góða þjónustu með því að vera bara hönnurinn á gólfinu og já, eins og þegar við fórum með mömmu þá var einhver kona sem var að máta kjólum og rosalega hrifin á honum en það var eitthvað svona eitt blóm sem köttast hérna, hann langaði ekki að hafa það hérna með hliðinni og það var bara, ég er með annan hérna baku þessum blómið er hérna ofarlega. Akkurat. Þú gast fengið bara kjól sem er alveg eins í rauninni en bara blómið var á öðrum stað. Já og það sko sumi kjólar eru með sko hannaðir þannig að það er eiginlega ekki hægt að fá alveg eins kjól þú veist. Ok, mér starfum bara svo skemmtilegt. Já, það hefur alveg verið alveg frá byrjun þú veist og ég byrjaði alveg þannig að því að þú gast bara fengið einn kjól og það er bara, ég gerði alltaf bara eitt af öllu og það var bara, ég ætlaði ekki að gera tvennt af öllu. Það er svolítið erfitt að gera það til lengri tíma, eða ekki? Jú, og því það virkaði eiginlega ekki sem eitthvað svona business plan, sko, af því að það er bara, það gengur bara ekki upp.
og líka bara, mér fannst ég man alveg á þeim tíma, þá var ég komið með 1 kjól hérna og svo kom önnur og ætlaði að fara að kaupa hann, hún var ókslega pirruð af því að hún ætlaði að kaupa hann, eða þú veist, þetta var svona, ég fann alveg bara, ok, heyrðu þetta er svona, þetta er kannski vafasamt. En samt, þú ert með þetta samt í takmörku upplægi, það ekki, eins og bara setti þessi mamma var að kaupa, það er bara búið núna. Já, það er búið og það er svolítið líka sem ég er að fókusa á, er að það klárast, þú veist, ég panta það ekkert aftur, það er komið. Þetta er líka bara markasetning til að skapa eftirspurn svona, þannig að fólk geti ekki verið hugsað í mörg ár, bara ef þú ætlar að fá þetta, þá hefur ekkert mikinn tíma til að velta þessu fyrir þér. Einmitt. Já. Og það er enda sko, þú veist, það eru sumir kjólar sem hafa verið bara, ég hef fundið fyrir bara rosalega miklu pressu á það að panta það aftur og það er, þú veist, þegar ég finn það að þá læt ég eftir, sko, veist, en svona, þú veist, meiri hlutan af stílunum hana er bara komið og svo er það bara til og svo þegar það klárast þá er það bara búið. Hvað er vinsalasta varan? Er eitthvað svona sem að þú bara veist að selst alltaf? Já, það er ákveðin stíl sko, að hann er alveg stíl sem hefur verið alveg bara frá byrjun og það er bara rosa klassískur kjóll sem kemur alltaf í mismunandi efnum eða mismunandi munstrum og er með svona, þú veist, þú getur verið klætt hann upp og þú getur klætt hann niður og hann heitir aldrei sömu nöfnunum, þannig að mér fannst það pínu hættulegt í byrjun því að þegar maður er að skýra kjólan sína sko, ef ég er bara með þennan og hann heitir þessu og kemur alltaf aftur og aftur þessi kjóll, þú veist, þá finnst mér þess að ég get ekki breytt honum neitt. Já, ég skilji þið. En er hann alltaf einstust í sniðinu bara í öðruvísi printum? Öðruvísi printum og öðruvísi efnum. Stundum kemur hann í silki, stundum kemur hann í viskos, þú stundum er hægt að þvo efnin, stundum ekki, þetta er svona alls konar, en alltaf sniðið er alltaf eins. Þannig að það er kannski konur sem eru að kaupa sér sama kjólinn eftir en aldrei sama kjólinn. Aldrei sama kjólinn og aldrei og fá alltaf sömu svona tilfinninguna, svona, þetta fer mér vel, þú veist, en finnast ekki, það er ekki að vera að kaupa alltaf það sama, sko. Þú veist, og það er hérna, og svo er ég náttúrulega, þú veist, þessar konur sem hafa verið bara fastakunnar í mörg ár, þú veist, þær eru að koma ennþá í dag og eru að pröfa sig áfram í einhverjum öðrum stílum og svona, þú veist, þannig að og kannski eitthvað svona pröfa að fara aðeins út fyrir sinn það endur að maður líka, sko. Þannig að ég finn alveg að það er annar stíl sem er svona að brjótast inn. Já. Þannig að það lítur að vera skemmtilegt að taka svona þátt í þessu með konum svona, algjörlega, þú getur farið þennan kjól. Já, algjörlega, og þetta er náttúrulega bara það er rosa ráðgjöf sem maður er að gefa þarna, svona fagleg og þú veist, ég myndi aldrei selja neinum kjól sem ég myndi ekki bara genuinely bara sem fer mannskinn ekki vel já. Ég myndi alveg segja það og það er líka tröstið sem að konunnar það er komin í verslunum til okkar þú veist, okkar Magnús, þær vita að við erum bara til að hjálpa þeim að finna rétt að dressi, ef þú finnur það ekki þá er það allt í góð, þú veist, það er ekki hérna verður að labba út með poka. En þeir sérst eru núna þarna á Hafnartorgi og þeir voruð áður nýra Granda. Já, við vorum partur af hérna kíosk. Já, einmitt. Þá var þetta ekki verslun undir þínu nafni. Hvað breyttist svona, hvernig var að taka það skref? Já, sko það var bara ótrúlega skemmtilegt, sko, þetta var náttúrulega mitt í COVID sem að kíosk opnaði aftur að því það var búið að vera á Laugaveginum og það í kíosk er náttúrulega bara verslun sem er fyrir unga hönniði svona, eða pröfa sig áfram eða bara gefa einn plattform til að kynna vörurnar það hafa margir íslenskir hönniðir byrjað einmitt þar og svo það var náttúrulega bara ótrúlega skemmtileg stemning í þjóðfélaginu var náttúrulega bara spestemning en það var svo skemmtilegt þarna því að það var svo mikið rými fyrir bara sköpun, það var svo mikið sköpunargleði í COVID-tímabilinu. Já, og allt var einhvern veginn komið heim og voru fáið sem fór til útlanda, var einhvern veginn pínu embraceað bara það sem maður var með á Íslandi. Já, og fólk svona hafði meira tíma til að vera heima og skoða alls konar bara á netinu Já, og fólk var alveg að kaupa sér fín föt, sko, þú veist, það voru ekki allir sem dutti í joggingala stemninguna, sko, þannig að það var bara blússandi fín sala þarna og þú veist, við vorum að reyna, þú veist, að hafa opið og svo þurftu að loka verslunni og það var svona ótrúlega spes tími, sko, en það var náttúrulega bara dýrmætt að vera með þessa reynslu því að þarna kynntist ég líka bara mínum viðskiptavinni mínir
komu þarna og ég fann svona þarna bara líka hvað hann stækkaði mikið og það var svona svona, já, ég fann bara hvernig hann var orðinn sko, svona, ég sá minn kunnahóp. Já, myndaðist svona einhver kjarni svona, já. Ertu að meina svona, þú sást, var það ákveðin típa? Já, það var svona, já, það var svona ákveðin, ég gat svona, áður fyrir kannski gat ég ekki alveg sett niður. Svona skilgreint markhópinn, já, einmitt. Af því hann var, já, þú veist, þarna var. Hvernig svona þinn típiski viðskiptavinur og hvernig ert þú helst að miða? Það í rauninni bara kona sem mjög hugrökk og að leita eftir einhverju öðruvísi, leita eftir einhverju svona bara sérstöku og einstöku og hugur ekki, já, ég segi ofta hugur ekki komið bara með aldrinum sko líka. Það vilja eitthvað svona sem að ferðum og bara svona highlighta kannski, það vilja liti og vilja eitthvað svona sem að lyfta þeim upp, það sjaldan sem ég kem bara með einhverja plain svarta kjóla þó það hefði alveg gerst en það þú veist, ég finn alveg að þetta eru svona konur sem að eru svona þekki sjálfa sig eins, vita svona kannski aðeins hvað vilja en samt tilbúin að prófa okkur nýtt og eru ekki endilega uppteknar af því að vera eins og allir hinnir í bóksinu, af því að Íslendingar, þeir eru rosalega mikið þannig, það kemur eitthvað svona æði og þá eiga allir svoleiðis. Einmitt. Svo þetta líka bara konur sem ferðast mikið, þær eru að koma fram eða þú veist, þær eiga, já, þú veist, mér finnst það alltaf rosa skemmtilegt, þær eru kannski að fara að halda fyrirlestur eða fara á ráðstefnu eða fara í sjónvarpið eða eitthvað sko. Akkurat, það einmitt punktur sem ég langar að ræða því að maður hefur alveg, núna eftir ég er hans búin að vera að stúdera þetta, þá hefur maður alveg séð að það eru mikið fram á konum bæði, ég hef séð sjónvarsþuli og svo bara háttsetta konur í þjóðfélaginu. Forsetinn okkar, Halla Tómasdóttir er greinlega mjög hrifin af verkinniðinu, ég sé myndir að Katrín Jakobsdóttir á fundi með Zelenski í kjól frá þér. Hvernig kom þetta til? Já, þá man ég bara held ég að Katrín Jakobs kom bara inn í búðina og fann sér dress frá mér og dress frá Magnu og það var svona alltaf, já, þú veist, þær koma bara. Já, þetta ekkert að þú ert að sauma þennan kjól sérstaklega fyrir hana eða? Nei, þær koma bara inn í búðina eins og allar konunnar, þú veist, eins og viðskiptavinirnir okkar gera. Og er það eitthvað að láta þið vita, ég er að fara að kaupa þennan kjól að því ég er á fund hérna í Úkraínu næstu viku eða er að fara hérna með dinner með Breta konungi eða eitthvað svona, veistu? Sko það náttúrulega, fórset, sko Halla Tómas, það var svolítið sérstakt því að hún sendi mér bara skilaboð og hún sagði, hún hafði heyrt mig og fyndist ótrúlega fallegt sem ég var að gera og henni langaði í kjól og gat ekki valið, hún fannst margir svo flottir og ég fór að sýna henni, bara já, ég held líka þessi getur verið ótrúlega flottir og við fórum bara í Messenger samskipti. Ok, eftir á máfarsætti? Já, ok. Þetta hefur klart verið pínu surrealist. Já, þetta var alveg svona, já, býta aðeins, ég er að skrifa skilaboð. Já, ég er að senda Höllu hérna mynda kjólunum fyrir. Já, en þú veist, svona Ísland, sko. Akkurat, nákvæmlega, en gaman. En já, og hún þú veist, svo bara pakkaði ég inn kjólum og Björn kemur og maðurinn annar kemur og pikkar þau upp og svo fær hún að máta og þú veist, já, ég sé líka núna bara hvernig hennar stíl svona lita palettur og þannig, ég fann hana aðeins að rannsaka þetta betur, þú veist, líka. Já, hún hefur náttúrulega keypt fleiri en einn. Já, en nokkra, sko. Já, hún er alveg nokkra, sko, og mér finnst það líka alveg svona, hún hefur bæði tekið með sér erlendis, þannig að mér fannst það alltaf gott að ég var beininu að þessi kjóll er rosa góður til að ferðast með. Já. Og þú veist, það var alls konar svona líka sem að við vorum að tala hagnýtt atriði, bara þessi léttur og krumpast ekki í töskunni. Já, og bara er alltaf einhvern veginn glæsilegur og já, þetta er skemmtilegt. Þetta er gaman. En þarna er einhverjir aðrir sem þú manst eftir sem að hafa komið kannski bara, ég sá hann kjólinn sem Halla var í, er hann til, eitthvað svoleiðis? Já, þetta alveg opnaði fyrir rosa stóran hóp, sko, sem að sem svona var eins og svona
ok, heyrðu, hún í þessu, ég get farið þangað, þú veist, svona, þetta svona ákveðið svona, ég myndi kannski ekki segja auglýsing, en þú veist, þetta svona eins og svona viðurkenning. Þetta svona viðurkenning, já. Svona approved by Halla. Akkurat, þetta fórsettingar farið þetta, þá get ég. Já. Nei, já, ég skil hvað minna. Þetta eiginlega svolítið þannig, þú veist, og þær eru ekkit endilega að kaupa sama kjólinn, það alls ekki, en ég held að þetta sé líka á þess að ég sé nú að gera henni upp eitthvað en að Höllu, ég held að þetta sé svolítið mikilvægt fyrir hana, að því hún svona mikið fyrir íslenska hönnun og svona lyfta frumkvölum og svona, þannig að þetta svona hennar framlag. Akkurat, held ég. Já, það alveg rétt og ég hef alveg og þú veist, ég hef alveg líka sagt sko að hún ég veit alveg að hún ef erlendis eða einhverja konur erlendis hvort það hefur verið hérna heima, ég veit það ekki en ég hef fengið skilabóð frá erlendum konum sem hafa verið að tala við Höllu og verið að hrósa fyrir í hverjum hún og það er samt mér skilabóð og bara hrósað mér þú veist, og þetta hefur alveg gerst og ég hef fengið pantanir líka og það já, þú veist, þannig að þær hefa séð Höllu í einhverju og svona okkur hún hefur sagt að þetta íslenskur hönnuður og þannig að þetta líka svona, já, þú veist, ég alveg hef séð alveg tenginguna þannig sko. Já, það var opnað dyr og svona, en þú ert samt áfram bara að fókusa á svona the everyday woman eða ekki, þú ert ekkit með þetta alltaf í huga þegar þú ert að hanna, þú ert ekkit alltaf bara að hanna fyrir fórsetan eitthvað, þetta er bara svona fyrir allar konur. Algjörlega og en ég er í en ég er með verkefni með Höllu sko, já, þú veist, okay. ég er og það er bara þar og svo er ég að hanna fyrir bara línur fyrir alla og allt þannig sko, þannig að þá hanna kjóla sem, eða hanna föt svona exclusively bara fyrir hana, bara framleitt eitt stykki eða eitthvað þannig. Já, ég held að við erum með svona smá já, þar Spennandi. Fyrir hvað? Það kemur í ljós en þetta er svona líka bara þú veist, það að vera forseti Íslands, þá má maður það alveg algjörlega, ef einhver má það en það er líka ótrúlega mikill svona heiður fyrir þig að vera fenginn til að hanna eitthvað svona sérstaklega fyrir svona þennan stærsta þjóðhöfðingja landsins. Já, og svo er líka bara já, þú veist, það var einu svona þjónusta sem ég bauð upp á sko, þegar ég var að byrja að þú gast keypt bara print og kjól þú veist, þú áttir það þá bara þú veist, næstu þú veist, þú sérst að kaupa listaverk þú veist, og þá væri ég bara ekki þú væri þú bara að kaupa printið og munstrið og og ég gæti þá ekkert framleitt það aftur ég skilur, þannig að þú ert í raun að kaupa meira en bara kjól þú ert að kaupa svolítið þitt bara þinn rétt bara þú átt hennan kjól og átt hennan þetta munstur þú veist. Það er ótrúlega sniðugt. Já, og ég var alveg svona bjóð upp á þetta og þetta er alveg opið ennþá þú veist, ef einhver kemur bara einhver kona sem vill bara þetta munstur og það eða vill þú veist, eiga möguleikana og eiga bara eitthvað fyrir sig þú veist, þá er það alltaf möguleiki. Já, okay. Þannig að þú veist, þetta er líka alveg þjónusta sem ég býð upp á fyrir hvert sem er. Já, það er svona þetta sem ég pínu velta fyrir mér hvernig þú ferð að blanda þessu tvennu saman þegar þú ert bjóð upp á til dæmis svona þjónustu og svona alls konar hugmyndavinnu ert í sérstökum verkefnum fórsetan og svona, að sama tíma þú ert að reka verslun og fyrir flesta er það bara innan gæðis að lepa nóg og svo ertu vantarlega að sjá samfélagsmiðla svara fyrir spurningum netverslunum og pantanir. Er þetta ekki oft svolítið þú ert með svo marga hatta? Já, þetta er náttúrulega galið sko. Já. En eru þið með marga starfsmenn til dæmis í versluninni eða er einhver að sjá samfélagsmiðluna fyrir þig eða? Nei, veistu, þetta er rosa mikið bara bara við sko og ég sé mína samfélagsmiðla, það er engin annar sem er með aðgang þar auðvitað er náttúrulega outsource maður, þú veist, þegar maður er komið með herferð þú veist, það er ljósmyndari og allt þetta sko, þú veist, ég er ekki alveg Nei, já, þó ég sé nú alveg byrja að taka myndirna sjálf sko, þegar ég bara er svona pínu picky en þetta er náttúrulega bara, þú þarft að vera alveg á fulli og sko að margir sem að lista á tísku geira eins og þú hafa kannski ekkit endilega áhuga á businessliðinni og ég held að þetta sé líka ég hef verið tónlistamenn tala um þetta þeim langar bara að vera búið til tónlist og að vera að skapa en einhvern veginn endar þeir á að meiri hlutin af starfinu fer í að
eitthvað svona bókaldsvinnu eða vera að bóka sig hérna og gegga eitthvað þangað svona tölvuvinnu, auglýsingar en þetta fer frá sköpuninni yfir bara í viðskiptarliðina og þess vegna held ég að margir bara brenni reynilega út eða gefist upp á þessu sko. Já, það er einhver dæmi þetta. Já, eða sko ég reyndi svona svolítið fljótlega að gera svona viðskiptarliðina að bara áhugamáli líka, þú veist, og af því að það, mér fannst bara spennandi að lesa mig til viðskipti, þú veist, af því þetta í rauninni svona, þetta pínu svona kannski áhugasvið hjá mér sem að ég ekki búin að fara í námið, þú veist, ég ekki Excel manneskja, alveg bara langt frá því, ég algjört kaos, þú veist, en að einhverju leyti sko finnst mér það bara spennandi að nálgast það frá einhverju svona creative point of view, ef það make a sense. Já. Af því að ef ég færi í námi og vissi þetta alveg upp á 10 og vissi allt þetta, þú veist, þá veit ég ekki hvernig þetta væri. Þú greinilega ekki mikið fyrir reglur svona almennt og hlutinir eiga að vera á einhvern ákveðin hátt. Nei, akkurat. Varandi þetta greinilega og litina og svona. Já, en þú veist, það örugglega einhver sem myndi vera bara ógvið, þú veist, en ég líka bara með, þú veist, ég hef alveg fengið þegar mér vantar aðstoð og ég er með mjög gott fólk í kringum mig sem búið að fara í nám og aðstoða og að hjálpa og að koma inn þegar eitthvað þarf. Þannig að það alls ekki eins og maður sé bara, þú veist, eins og bara virðisauka skilin og þetta skilur bókhaldi með skattin, það þarf að vera på 10 og það upp á 10 þú veist, já. En það hérna ég var svona meira hugsa bara hvernig hefur tíma fyrir þetta allt. Já, nákvæmlega, en það líka bara sköpunin sjálf einhvern veginn líka alltaf í gangi, það slöknast aldrei á henni og stundu koma hugmyndir bara rétt fyrir miðnætti eða bara skilur þú veist. Já, það ekkert bara hefðbæta vinnutíma, bara nú ætla ég setjast niður að fá góð hugmynd. Nei, og það eiginlega ekki sem gerist, það alltaf svona pínu off time, eða þannig að þú veist svona, það ekki á 9-5 vinnunni sem ég eitthvað að hanna, þú veist, það yfirleitt bara þegar krakkarnir sofnaðir og þú veist, frá 11-12 eða eitthvað, þá kemur eitthvað og það bara í stuttan tíma og svo maður kannski, þú veist, þetta þróast alltaf, það eitthvað allt í gangi og svona, og maður verður að vera svolítið fljótur að taka ákvarðanir. Já, þetta er bransi. Já. En hefur einhvern tímann verið alveg bara uppisköp með hugmyndir, bara ég veit ekkert hvað ég að gera fyrir næsta haust eða næsta sumarlína. Já, alveg, já, þú veist, og þá bara veit ég hvað ég þarf að gera, þú veist, þá þarf ég bara fara einhverju góða sýningu eða horfa eitthvað gott, þú veist, eða fara til útlanda. Já. Og ég hef gert það og fara að skoða einhver efni eða það oftast svona í janúar eftir jólatörnina þá hef ég farið til útlanda og þá það svona útrúlega gott til þess að byrja árið að svona fara aftur bara í svona ræturnar einhvern veginn. Já, en þetta greinilega svona mikið passion hjá þér og finnst þetta ekki skemmtilegt? Ertu að lifa drauminn bara núna með þessu starfi og... Já, eða þú veist, ég náttúrulega bara maður þarf að taka tíma, maður þarf alveg að staldra og svona, já, ok, þetta hérna munna sig á, kannski hvað þetta búið að vera mikil vinna og þetta ekki búið að gerast yfir nóttu og þetta ennþá alveg í mótun og þannig, sko en jú, þetta er rosa gaman það alltaf gaman líka bara að sjá einhvern í flíkinu, þá einhvern veginn, þá svona complete, þegar maður sér eitthvað svona einhvern út í heim eða í sjóvarpinu eitthvað, þú veist, þá finnst mér alltaf svona þetta er rosa gaman. Það svo löngu nætur þarna voru þess verið. Já, og bara og þú veist líka bara svona einhvern veginn að sjá þetta með augum, þú veist, þess að dóttir mín núna farin að svona spyrja út í, þú veist, hvað ertu að gera? Þú veist, ertu að búið kjóla all daginn? Eða svona, þá maður svona aðeins farin að svona kannski skilgreina sig, já. Þú veist, ég þarf að vera svolítið confident með þetta, ekki vera bara hérna eini sitt að sauma. Ertu búin að vera svona markvisst að skilgreina vörumerkið þitt svona bara fyrir hvað það stendur og eins og við erum að tala um kjarnamarkkóp og svona. Já. Ertu mikið að pæla í því? Já, alveg þú veist, ég alveg mjög mikilvægt að allt sem kemur frá mér sé komið, þú veist, frá mér, þú veist, það sé hönnunin mín og það sé ekki, ég ekki að kaupa tilbúin efni með einhverjum ákveðnum munstrum, þú veist, ég að hanna munstrin og... Já, þú teiknar munstrin og blómin og svona. Já, þannig að það sé einhvers konar, það búið að fara í gegnum smá mitt prósess, þú veist, að því ég var oft pælt í og var alveg sagt við mig, sko, bara okkur fer ekki að kaupa bara einhver efni og það ekki sama
og eins og ég fann að fá svona pínu löngun aftur fyrir að búa eitthvað til með höndunum líka bara textilinn og svona aftur frá grunni svona sem að var að gera bara og þú veist þannig að ég finn alveg svona þú veist það þarf að vera smá svona hand touch inn í þessu og hvernig sérðu þau svona hvernig er framtíðarsýnin? Það er bara að þróa sig áfram og þú veist Þú ætlar að halda þig við blómamynstrin eða sérðu þau fyrir þér að prófa eitthvað nýtt? Kannski, nei, veistu, ég held að ég er alltaf á leiðinni að skoða og ég er alltaf að skoða einhvern veginn svona, það verður örugglega alltaf eitthvað en svo verða þau kannski, þau munur eitthvað þróast. Ég held að blómamynstrin séu svona pínu safety net svona, þú veist, ég hef líka mjög áhuga fyrir því að vera breytum tækni, kannski ekki gera print að vera að nota einhverja aðra textilaðferð og nota einhverja aðra tækni og þannig sko. Já, er það ekki líka bara hollt sem hönnur að vera ekki að festa því í einhverju ákveðnum bóksi og bara vera þar? Jú. Það væri rosa þægilegt, bara vera þarna og bara búin að taka ákvörðun að vera bara þar það sem eftir er. Já, akkurat, nei, ég held að það sé rosa einmitt, þú maður verður að passa staðin ekki sko. Já. Þannig að, og líka bara, vera bara að sjá að þú veist, ég er með mjög mikið af hugmyndum og það vandar ekki, en einhvern veginn að framkvæma þær bara vel og vandan hátt. Er einhver svona ákveðin flík sem þú ert stoltar af en önnur? Já, ég er alveg frekar stolt af því allir þessi handgerðadóti sem að handgerðu flíkurnar sem ég var að vinna þannig í byrjun sko. Bæði af því að þetta er allt bara textilin og allt er handgert af mér og líka bara þolinmæðin sem ég hafði til að gera það sko. Getur ég myndið mér það? Já, þú veist, þannig að ég er alveg lítið á það sem svona, þetta er ákveðið svona pride en þú veist, kjólarnir ég hef alveg stundum verið svona þetta er minn uppáhalds, þú veist, þessi er sérstaklega gerður fyrir mig þú veist, og svo er svona annar kjól sem kannski þú veist, vinkonan mín er eitthvað svona þess að búin að hinta henni langar í einhvern ákveðin þá svona fer ég kannski aðeins, þú veist, það er svona þessi persónulegu og svo lítur líka að vera bara þegar fólk klæðist þinni hönnun og flíkunum þínum til dæmis á brúðkaupsdaginn sinn, það lítur að vera alveg bara svona sérstakt. Já, það er rosa gaman líka. Já, þetta er ekki hefðbundin brúðkjólar, það hafa alveg nokkrir allavega, eða ekki? Jú. Það verið fleiri en 1 og 2. Og það er alveg sko, ég er alveg að vinna í því að svona ákveð verkefni hjá mér að koma með ákveðna kjóla fyrir brúðkaup og þú veist, mér finnst það alltaf rosa ég sé svo stóran markað í því, þú veist, það eru margar konur í mitt sem eru bara annarkvæmst búin að gifta sig 2 og 3 svar eða þú veist, eru bara komin ekki þessar hefðbundi brúðakjóla konur sko, þær koma mjög oft. En langar samt í eitthvað svona sérstakt og svona einstakt, eða bara vilja fara bara þú veist, til sýslumanns eða vilja hafa þetta ekkert eitthvað Nei, og eitthvað sem getur notað síðan kannski aftur setna? Já, akkurat. Ég held að sé markaður fyrir þetta sko. Þannig að það er spennandi. En þeir eru þarna niður í bæ og þetta er örugglega geggjur staðsetning, en þetta er ekki stór verslun. Þannig að hvernig gengur? Við erum svona svolítið að springa einmitt. Þetta er lítil verslun, þetta er ótrúlega skemmtilegt hverfi Hafnartorgið sko. Það er mikið af íslenskri hönnun náttúrulega á svæðinu. Og það er einhvern veginn viðskipt, það er bílakjallari sem það þarf alltaf að nefna því það er bílastæði. Já, mjög auðvelt aðgengi af versluninni. Já, og náttúrulega er ótrúlega, það er svona eins og allt er í dag, þú veist, það er fljótt að breytast þannig en það er ákveðið svona, þú kemur kannski á Hafnartorg til þess að versla og því það eru líka bara, það eru margar verslanir hann í kring. Fyrir þá sem ekki vita þá er þetta þarna í sama húsi og H&M, beint á móti Starbucks. Já, þannig að þetta er alveg frábær staðsetning. Var ekki pínu erfitt að fá þetta? Jú, það er rosa svona pínu quality control á að komast á Hafnartorg. Já, það kemst ekki hver sem er. Nei, og við þurftum alveg að senda inn þú veist, hvernig við sáum fyrir okkur búðina og svona hvernig við ætlum að hafa þetta og þannig að það er mjög svona passað upp á að þetta sé ekki fara að vera bara eins og einhver svona önnur hver lundabúð og þannig. Að það er alveg mikið af túristum þarna og það er náttúrulega hótel hann í kring og alveg fín hótel þannig að það er og sumrin sko, það er ótrúlega gaman á sumrin náttúrulega þegar að fólk er fara í bæinn og fá sér brunch og eitthvað svona og tekur rölt og
En finnurðu, má ég spyrja, finnurðu mikið fyrir þessu viðhorfi eins og til dæmis bara ég? Nú hef ég alveg verið þarna niður í bæ og vinnafólk okkar á íbúð beint fyrir ofan búðina hérna. Ég hef aldrei komið inn, ég hef oft séð þetta, oft svona, já, ég ætla að kíkja einhvern tímann, en ég hafði ekki hugmynd að þetta væri íslenskt merki. Nei, og þú hlýtur að fá þetta reglulega. Já. Af því að þetta gæti alveg verið, Anita Hirleikar, þetta gæti alveg verið alþjóðlegt. Já, og það einmitt, sko, ég fæ reglulega spurningar alveg hvaðan þetta nafn er eiginlega. Þú heitir Anita Hirleikar og þetta er ættarnafn eða? Þetta er ættarnafn, já, og pabbi minn er frá Indlandi og þetta er indverskt eftirnafn og en ég, þú veist, ég fæ oft hérna spurningum líka sko að hljóma svolítið svona finnst eða, þú veist, og það er kannski, ég held að það sé kannski bara því fólk er að tengja kjólana kannski meira eða svona hönnunina við. Já, eitthvað svona eins og maður með eitthvað. Já, en það ég var alveg fengið alls konar bara, þetta er svona, þetta þöttalenst eða. Ég geti ímyndað mér að koma með fólki bara eins og mér skemmtilega óvart að þetta sé íslenskt merki. Já, einmitt. Vonandi er ég ekki svo eina sem er að uppgöta nýtt merki. Það er rosalega gaman að uppgöta svona nýja hönnuð og nýtt merki sem er búin að vera fyrir augunum á manni einhvern veginn, en maður hefði ekki einhvern veginn tekið eftir. En þetta er svolítið svona nýs líka, þú veist, þetta er svona if you know, you know. Já, kannski. Ég held það nefnilega. Og það er ekki, þú veist, og fólk kemur aftur og aftur, eða ekki? Jú, og maður er bara svona, þú veist, maður stækkar bara hægt og rólega, maður er tækt við eftirspurn, en ég þarf ekki að vera, það er ekki hérna, þó fötin séu litrík og allt þannig, þá er þetta líka bara, konum finnst ofsalega gaman að það veit enginn. Ég hef alveg heyrt þetta frá viðskiptavinum bara það er svo margir komnir í þetta og ég er alltaf bara, er það? Þú veist, ég veit það ekki, ég held ekki, en þetta er kannski ábyrgandi á. Já, ég held bara svona, þetta er, ef þú ert farin að taka eftir þessu, þá að það sér þetta út um allt. Einmitt. En ef þú ert kannski ekki að spá í því, að veist ekki af þessu, þá einhvern veginn, já. En ég held að bara eins og núna, menn ég er ekki að fara að spotta þetta út um allt af því ég er svona með hugan við þetta. Einmitt. Og dressið er náttúrulega hjá mömmuðinni. Alveg, hún hefur selt nokkur í gær, sko. Hún fór út að borða, það voru mjög margir sem spurði hana og fólk var rosalega hrifið að þessu dressi. Hún keypti sér svona sett sem að það er svo mikið notagildi í því, hún getur notað sér bara buxurnar bara við jakka eða bólið við gallabuxur. Einmitt. Þó hún hafa keypt sér þetta fyrir 60 afmælið sitt sem sett. Já, þetta settur uppselt, þannig að við skulum ekki selja það meira. En svona aðlokum, er einhver skilaboð sem þú vilt skilja eftir hjá hlustendum, einhver ráð eða áskorun jafnvel? Við getum kannski bara einblíkt á jafnvel unga hönnuði eða fólk sem langar að fara í þennan bransa. Já, það er bara, það er bara að vera með góða vöru, bara fókusa á vöruna og testa hana sjálfur og pröfa að vera í, eða þú veist fataðinir að vera í flíkinni og svona pröfa að sjá frágang og svona vanda sig, af því það er alltaf mikið líka í dag af vörum sem eru ekki nógu góðar, þannig að bara passa vöruna, af því allt hitt kemur síðan, þú veist, lookbook og herferðir og Instagram og allt, en ef þú ert með góða vöru þá það er grunnurinn að öllu, sko. Og framleiðslan í kringum hana, sko. Já, ég held að þetta sé mjög góð skilaboð og góða punktur, af því að það er, maður er stundum heyrt, það er ekkert mál að selja eina vöru, en ef þú ætlar að byggja upp þennan, eins og þú ert búin að gera kunnahópin og markhóp sem kemur aftur, þá er það að vera með almennilega vöru í höndunum, sko, af því að áskorunin er að selja flík númer 2. Akkurat, og halda áfram og ekki alltaf bara vera að finna nýja viðskiptavini. Já. Þú veist, það er aldrei að hlúa að þínum viðskiptavinum sem eru nú þegar búnir að vesla hjá þér, og mér finnst það vera svona svolítið mikilvægt, sko, í rekstri líka. Það er kannski alltaf einhver sem kaupir henni í fyrsta skipti, en það er miklu dýrmætara að fá 3., 4., 5. Algjörlega, þú getur ekki verið allt fyrir alla, en þú getur verið risastór fyrir lítinn hóp. Já. Þetta er frábær skilaboð í lokin og ég ætla að þakka þér kærlega fyrir komuna og gangi vel í jólatörninni framöndan. Takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir að hlusta í dag. Ég mæli með að kíkja á vörurnar hennar Anitu. Þið getið gert það í versluninni hennar á Hafnatorgi eða inn á anitahirleikar.com. En við segjum þetta gott í dag. Takk fyrir mig. Ég heiti Margrét Björk og þú varst að hlusta á Vörumerki.